Komið blessuð og sæl og verið velkomin í þáttinn til okkar. Þetta verður nú síðasti þátturinn í bili á hvítum máfum allavega, eitthvað svona fram á sumarið, þannig ég ætla að vanda mig sérstaklega í dag. Gesturinn Jón Birkir Lúðvíksson. Hann titlaður áhættuleikari í símaskránni, ég segi ekki meira, ég ætla að tala við hann á eftir. Jón Birkir Lúðvíksson, ertu velkominn. Takk fyrir. Kallaðu Jón Lúðvíks. Jón Lúðvíks, já. Símaskráin. Já. Áhættuleikari. Já, já. Ég bara venjulegur leikari, en þú sko áhættuleikari. Ég áhættuleikari. Já, og segðu okkur hvað það Það bara sá sem að fer í vinnu og passa sig að slasa sig ekki og fer heim til sín, basically. Já. Bara leikari, sem að tekur áhættuna frá hinu leikurunum. Já. Og sinnir þessu hættulega starfi, en veit hvað hann að gera. Og á góður áhættuleikari fer heim, að heiman og fer í hættuleg störf en kemur aftur heim til sín. Sem sagt, þú myndir hlaupa í skarðið fyrir einhvern sem að leika í einhverju hasarmynd sem þarf að stökkva fram af einhverju og í pappakassarúgu og allt þar fram til göttunum. Já. En þarf hann þá ekki líta út svipað að sjálfsögðu. Það skiptir máli sko útlitslega séð og ég ekki í þessu í dag sko. Og Það til svona stóri leikarar. Já, það til Ólafur Darri. Já. Geti tekið hann. Já. En ég ekki í þessu í dag. Nei. Ég hafði áhuga á þessu áður fyrr og þetta var spennandi og þetta gaf mér mikið, en ég ger þetta ekki í dag. En hvaðan kemur þá áhugi á þessu? Sko, málið það að ég var ekki á góðum stað í lífinu. Við skulum orða það þannig. Já. Og fyrir mörgum árum þá? Fyrir mörgum árum síðan. Já. Og mér langaði að gera eitthvað róttækt og mér langaði að verða hetja. Svona alvöru hetja, eins og í bandarískri bíómyndum. Já, það eru margar þar. Já. Og ég reyndi að finna mér eitthvað til þess að gera og ég ætlaði bandaríska herinn til þess að verða hetja, sko. Þau hleyptu mér nú ekki inn að því ég Íslendingur. Sóttur það? Ég sótt það. Ég trúi því. Ég get sagt þér það. Og þau sögðu bara nei og ég sagði ég tilbúin til að deyja fyrir landi og þau bara þú ert Íslendingur og sætti við það vinnur. Og þannig að ég sá áhættuleikara nám. Ég hugsaði bara þetta þá það sem ég get orðið hetja í. Og vissulega var ég það og hefði getað fengið vinnu í live stunt show í Florida í Disney World. Með að boðið það eina sér að gera var að mæta þangað og taka í hendina á eigandanum og þá eru komið vinnu. En ég hringi vini mína til Íslands og að tilkynna þetta og þeir segja að þessi sól að spila í Ídölum. Þannig að ég tók fyrstu vél norður. Viltu gefa mig tengingun á þessu? Hvað var þessi sól að spila í Ídölum? Já, ég elskaði áfengi á þessu tíma. Já, og það var ball framundan. Það var ball framundan. Já. Og þá hætti ég við drauma mína og ákvað að koma til landsins. Já. En það nú langt síðan að þetta var? Það eru 20 ár síðan. En það þú eru 20 ár síðan og hættir þá að drekka eða? 18 ár. 18 ár? Já. En sko skóli fyrir áhættuleikara? Já. Hvernig kemst þið tæri við það? Þú sást það auglýst eða hvað? Ég sá það auglýst á netinu. Já. Og bara hafði samband við eigandann og þetta var nú bara þegar internetið basically var að byrja líka við, sko. Og gekk hægt og sígandi fyrir sig. Já. Og hann hafði áhugaði, ég var fyrst Íslendingur til þess að koma í nám hjá honum. Þannig hann alveg gjörsamlega dýrkaði mig. Já. Og hafði mig alveg svona innundir sínum vöndavæng og þetta var bara þannig, við vöknum á morgnana og fórum að gera einhver áhættu. Læra að gera eitthvað, kveikja okkur, henda okkur fram að klettum, klifra í klettum eða nefndu það. Það var bara hvað sem Já, og voru þá ekki fleiri í þessu skóla? Við vorum 40. 40 manns? Þegar við byrjum, en endum 30. Já. Hinni kom ekki frá klettunum. Nei. Já. En sko, var þá draumurinn jafnvel hjá þér að bara stoppa í Ameríku og vinna við þetta? Já. Ég keypti mér one way ticket to America. Já. Og ég átti ekki að fara inn í landi að því ég var bara með one way ticket.
En að einhverju leyti hleyptuðu mér inn og ég ætlaði ekkert aftur heim, sko. Já, já. Ég ætlaði bara að fara út og vinna og eins og ég var búinn að redda með vinnu, sko. Nú, já. Í þessu þá, eða? Já, í live stunt show í Florida. Já, í Florida, já. Já, í Disney World. Já. Og hvað áttur að gera þar? Þá átti ég að vera svona kúrekatri, þá átti ég að vera upp á þakki og þar voru verið að skjóta okkur niður og rúla niður á þakkinu og detta og svona. Jón, þú ert rosalegur. En þú hefði sérst, og hvað var þetta langur skóli? Þetta voru 2 mánuðir. Og þú varst í því alla daga að velta niður húsum að stökkva fram að klettum? Já. Já, var þá verið að kenna þig hvernig þú gast stjórna líkamannum í þessu? Þetta var verið að kenna okkur að láta keyra á okkur, hvernig við beitum líkamannum þegar við erum að láta keyra á okkur, hvernig við beitum þetta var allt það, hvernig við beitum líkamannum til þess að skaða þig ekki. En stöndleikarar eins og kallaðin, eða áhættuleikarar, þeir náttúrulega meiða sig. Að sjálfsögðu kemur það fyrir. En sko, þú ert ekki áhættuleikari nema í 1-2 atriðum sem þú tekur þig fyrir og þjálfar því. Já, fyrir það sérstaklega. Já, þú ert skilur ekki með, þú veist, að hoppa fram að byggingu og að vera góður ökubílstjóri. Já. Þú ert annarkvort að hoppa fram að byggingum eða vera góður ökubílstjóri. Í hverju varst þú bestur? Ég var valinn öruggasti bílstjórinn. Nú það? Já. En stökkstu ekki mikið á þessum tíma eða hvað? Jú. Í náminu? Jú. Já. Ég let mig vaða, sko. Já. Og hafði gaman af. Og það kom mér þess að fyrir ég lent á hálsinum og misti allan tilfinningu fyrir líkamannum og þá var verið að fara að hringja í sjúkrabíl og svo gæti ég hreyft litla putt og það bara, he's okay. Og he's okay bara eftir það? Já. Ég trúi því. Ég er að segja þetta. En er þetta sko vel borgað? Sko, það náttúrulega mismunandi, þetta í Íslandi það ekki. En út þetta vel borgað. Hefurðu fengið svona vinnu hér? Ég hef sett upp fyrir þætti og svona pródúserað Efni svona? Já. Og ertu þá að vinna í því sjálfur? Leika eða keyra eða? Já, ég hef gert það. Heyrðu, ég var með þér í... Jú. Hæglosa. Þú keyrðir á svona steiftan stöpul? Jú. Já, og eitthvað meira sem hefur gert Ég hef gert lítið þessu að því að fyrrverandi kona mín vildi ekki ég væri í þessu. Já. Hún var alltaf hrædd um myndi skaða mig. Já, sem er ekki óeðlilegt. Nei, ég skil hann alveg. Já. En það er að leiðandi svona, fór ég út úr þessu svona dæmi. En þú hefur verið tengdur, sko, bíómyndum og leikhúsi og öðru slíku. Þú hefur verið tengdur því mikið. Í langan tíma. Já, og mikið unni í þessu. Já, ég hef mikið unni í þessu. Sýningarstjóri og bara sviðsmaður og þess áttar. Já. Og hvað gerirðu í dag? Núna er ég sviðsmaður hjá Menningarfélag Akureyrar. Þýðir það þá að þú ert bæði í hofi og til dæmis í leikhúsi? Já. Og ég er rótari Sinfóníuhljómsveitar Norðurlands. Já. Þannig ef það er gigg hjá þeim að þá er ég þar. Og þá undirbýrð þú það? Já. Berð þú stóru hljóðfærin inn? Ég ber ábyrgð á þeim. Trommurnar og það? Allt saman það. Já, er það? Það er mitt. Á þetta þig svona tölvöld mikið, svona vinna? Svona menningarleg vinna á algjörlega við mig. Já, það er það? Já. Og hvaðan kemur sá áhugi? Ég hef ekki hugmyndu það, en ég bara veit að vera í kringum að skemmta fólki finnst mér æðislegt. Já. Mér langaði að verða leikari þegar ég var lítill. Já, en? En svo komst ég ekki inn í námið, þannig ég elskaði að vera í kringum þetta. Ég myndi ekki vilja frægðin af því að vera leikari. Nei. Skilurðu, ég vil vera lítimannin. Já, þú vilt vera svona bakfið og vera samt í kringum þetta. Já, nákvæmlega. Já. Tengdur þessu. Já, og þess vegna ertu í þessu starfi sem ert í dag. En hvað hefur þið gert í gegnum tíðina? Hvaðan ertu? Ég er Akureyringur. Þú ert Akureyringur? Í húð og hár. Já. Ef þú talar um veðri, þá er það gott. Það er bara þannig. Já. Og í hvað skóla gekkstu? Ég gekk í Glerárskóla. Já. Og fórstu svo í hvað frekara nám? Ég fór í verkmenntaskólan í stuttan tíma, en það voru önnur áhugamál heldur en að læra á þeim tíma. Já. Það var að halda veislur og partí. Ég var góður í því. Það var unglingurinn í þig? Það var unglingurinn í mér. Ertu komin yfir það? Ég er komin yfir það. Já. Ertu með fjölskyldu? Ég er með 2 stráka. Á hvað aldrei eru þeir? Þeir eru 13 og 10. Hvernig er nú að stjórna því? Það er alveg ágætlega erfitt. En núna ertu væntanlega að vinna tölvöld mikið á kvöldin og svona? Það er mjög misjafnt. Ég á góða móðir sem er mikið að
þegar ég er á kvöldin. Já. Þá er hún er búin að flytja lögheimili sitt inn á mig, sko, líka við. Já, hún svona hjálpaði stráknum. Já. Áttu systkin? Ég á 5 systkini. Áttu 5 systkin? Já. Hvar eru þau? Það eru sko, einn er á Ólafsfirði og ein systir minn er á í Sauðárkrók og restin er hérna á Akureyri. Já. Eru fjölskyldumót haldin? Já. Við erum 50 þegar við komum saman með barnabörnum og öllu því. 50 manns? 50 manns. Já. Það er annað sem að ég er aldrei spenntur fyrir að tala við þig að þú ert líka miðill. Ég er miðill, já. Hvernig óskopunum kemur það til? Það kom til að þegar afi minn dó þegar ég lítill þá kynnist ég honum. Viltu skýra þetta? Þessi afi minn dó, Jón afi, og hann kom beint til mín, inn í herbergið til mín. Var alltaf hjá mér þegar ég var lítill. Og ég var alltaf skítræddur, sko. Vissi ekkert hvað var að gerast og útskýra fyrir mömmu. Afi er alltaf hjá mér. Afi er alltaf sittur hún á rúminu mínu og mamma bara já. Hafði ekkert var ekkert að velta þessu fyrir sig, sko. Já. Og þetta svona leiddi mig í það að hafa áhugan á miðilstarfinu, sko, svona fram í sótti. Já. En þú ert þá bara lítil gutti þegar þetta gerist? Ég er svona 7-8 ára. En talaðir að börn séu mjög næm fyrir svona? Já. Svo vex það af þeim, en það hefur ekki farið að mér. Hélt þetta alltaf áfram? Já. Truflaði þetta því í daglegu lífi? Þetta truflaði mig mikið þegar ég var unglingur og fram til 20, svona 24. Og á hvern hátt þá? Ég þetta ruglaði mig þannig að mér fannst ég alltaf vera að skynja vond, skilurðu. En það var bara ég sem var á vondu stað í lífinu og dró að mig neikvæðni. Já, sjálfur? Já. Þú hefur áttað þig á því þegar framleið, sko, seinna, að það var ástæðan fyrir því að þetta var eitthvað vont sem var alltaf þú ert að sjá. Já, það var út af minni lífs, það er ekki til neitt vont í andansheiminum, segi ég, skilur. Við hefum ekki þurfa óttast hann, þetta eru bara góðar sálir en sko þú getur dregið að það neikvæða mannlega orku og ég gerði það mjög mikið. Já. Var það þá ekki eitthvað sem þú vissir ekkert af sjálfur? Að sjálfsögðu, ég hafði ekki hugmyndað, ég bara gerði þetta ómeðvitað. Já. Og dró hann að mér og með leið mjög illa og vissi ekki hvað var að mér og allt það, sko. En hvernig gerist það þá að þú heldur áfram? Hvað ertu búin að starfa lengi sem miðill? 2007 opinberaði ég mig. Þá opinberaði, þetta er eins og að koma út úr skápnum? Þetta er ekkert annað. Ég fekk Pála til þess að hjálpa mér við að koma út úr skápnum. Já, og hvað? Hvað gerist? Erstu þá búin að tala við einhverja sem að þekkja þetta? Sálarrannsóknarfélagi? Þá er ég búin að þjálfa mig í trans og þjálfa þessa tengingu. Þá ertu búin að þjálfa það? Já. Á hvern hátt? Hver hjálpar þér það? Það er bara, niðri sálarrannsóknarfélagi fekk ég ráðgjöf og hjálp. Niðri sálarrannsóknarfélagi hérna á Akureyri. Já. Fórstu þangað bara eða? Já, ég fór bara þangað og leitaði mér, fór til miðla og leitaði mér aðstoð og sagði bara ég er með þetta og mér var árægt að gera ákveðna hluti sem ég gerði hugleiða til dæmis, sem ég gerði 2 á dag. Já, er það hugleiðsla þess áttar eitthvað eða hvað er það? Hugleiðsla. Já, þú gerir það 2 á dag? Ég gerir það 2 á dag. Og færðu frið til þess? Já. Með stráka 10 og 13 ára? Pabbi þarf að kúka, þá fer ég inn á klósett og hugleiði. Og situr þar bara? Já. Þarf þetta þjálfun? Þetta, sko, málið er það að tengingin er til staðar en þú ert að læra tungumáli frá þeim látnu. Þú skilur ekki endilega hvað þú skynjir hvað frá andansheiminum, þá ert að læra hvað þau eru að segja og það krefst þjálfunar. Og hvað áttu þið með tungumál? Ég meina þau tala í tilfinningum okkar. Já. Þau tala á tilfinningasviðin okkar. Já. Og ef við erum tilfinningaflækt eins og ég var á ákveðnum tíma í lífinu, að þá skildi ég ekkert hvað var verið að segja við mig. Af því það kom allt í bara svona rugli. En svo í dag er mitt tilfinningarlíf í góðum málum og góðum farvegi og þá er ekkert mál að tengja mig og sjá hérna í kringu þig og sjá hér einstaklingar til dæmis eins og manni kringu þig sem ég myndi trúa að vera pappiðinn sem að stendur hérna bara fyrir aftan þig, skilur þig. Já, getur hún fæ. Já. Að þetta er ekkert vandamál þegar maður er komin á þetta svið, skilur, og komin í þetta, í þessi góðu mál.
Og það fullt af fólki sem fylgir þér, kallinn minn. Nú. Já, já. Megum við tala svoleiðis? Núna, hér? Akkur ekki? Já, ég spyr. Það er ekkert óþægilt fyrir þig. Nei, nei. Já, segðu mér. Sko, það eru einstaklingar sem eru í kringu og sem eru að fylgja þér og þetta er svona, sko, það er svona mismunandi einstaklingar yfir því hvað þú ert að gera, ef þú skilur hvað er að meina. Og sko, og ég verð að tala að vinurinn Þráinn komin fastur upp að þér, skilurðu, í ákveðnum sviðum og er að hjálpa þér með ákveðin svona, til dæmis framburð og þess háttar. Skilurðu. Þetta er svona, sko, ég er ekkert að fara neitt djúpt inn í þetta, Nei. skilurðu, en það eru einstaklingar sem koma svona ákveðnum tímapunkt inn í líf þitt, skilurðu, og sko það er einn maður sem að ég tel vera frænda þinn frekar en bróðir þinn, sem er hérna í kringu þig, og sko, og ég verð að tala á viðskiptasviðinu, skilurðu, og hérna, ég verð að tala að hann er í kringu þig þegar út í peningahugleggingum að kaupa þér bíl og þess áttar. Það er hann svona ráðleggjaðir. Þetta er svona mismunandi hverju koma til, mér finnst mjög gaman að sjá þetta. Það er mismunandi hverju koma til á hverjum tímapunkti, skilurðu. Og þetta er mjög áhugavert. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert. Því að hérna, en sko eins og segi, þetta er ekkert vandamál að gera þetta fyrir mig í dag. Að fara inn í orkuna og tengja sér svo sjá þá látnu, þetta er bara eins og, ég er bara eins og gott útvarp. Þú stillir bara 96,5 og farir ás 2. Sérðu þetta sko í einhverjum myndum? Sko, ég sé þetta eins og R2-D2 í Star Wars. Hann svona sendir hologram frá sér og ég sé hologram myndirnar hérna í kringu þig. Ég sé þetta þarna, en þetta er alltaf að gerast hér. Þetta finnst mér alveg dásamlegt. Já. Já. En sko, miðlar kallast sko transmiðlar og eitthvað þess áttar. Hvað ert þú? Ég er sko miðill sem miðla og af og mömmu og pappa, bróðir, systir, frænd og frænka. Ég er ekki spámiðill, það kemur spá hjá mér og þess en ég byrð fólk að lifa varlega eftir spádómum sem ég segi, skilurðu. Ég er ekki í því að spá fyrir fólki og mér langar ekki vera þannig miðill, skilurðu. En það kemur oft svona einhver spá inn í þegar það eru tímar hjá mér, en ég byrð fólk að lifa varlega eftir því ég er ekki þar að þjálfa mig. Heldur er meira að láta vita að það er til líf eftir þetta líf og fólk er svo sannarlega á lífi og svo sannarlega til og þeir líður vel, eða skilur yfirleitt, skilurðu. Það er að láta vita sér og þetta er mín ástríða svona fyrir ástæða fyrir að ég kem til dæmis í vita til þín og tala um þetta er til þess að vekja áhuga að það er til líf eftir þetta líf, skilurðu. Þegar þú sofnar svefninu langa, þá byrjar partíið. Þá byrjar partíið. Já, en partíið sem við erum að lifa í núna í daglega líf, hvernig eigum við að snúa okkur í því þá? Það er náttúrulega sko, þeim er meira sem þú hugsar inn á við, þeim er meira sem þú hlúir að sálinni, þeim er meira undirbyrðu fyrir framhaldslífið, skilurðu. Þannig að það skiptir máli að þú hlúir að sálinni og hlúir að því sem þú ert að gera í daglegu lífi upp á framhaldslífið þetta að gera. Svo þurfur að gera sem minnst þar. En þegar þú ert að tala við fólk kemur til þín í tíma, finnur þá á þér eða skynjaru hvort fólk hefur gert það, hlúð að sjálfu sér og sínu? Já. Maður sér það í allt í kringu fólk hvar það er statt í lífinu, sko. Getur fólk komið til þín, byrja að tala við þig og þú veist ef það er að skrökva? Yfirleitt, en það er hægt að ljúga mig, sko. Ég er ekki sko dýrlingur á þessu sviði, en þú getur logið í mig og vilt það. En sko, ef ég er í tengingunni þá er erfitt að ljúga mig. En þú fellur í trans? Ekki í engatímum. Ekki í engatímum? En ég gerir það á ákveðnum tíma með hóp. Þú gerir, ef að kemur hópur til þín? Nei, ég er með hóp sem við hittust einu sinni í viku og þá fell ég í trans í klukkutíma. Hann fellur í trans? Já. Og veistu eitthvað af þér þá? Nei. Þú gerir það ekki? Ekki mikið. En hvað, ég hef einu sinni hitt mann sem er í þessu eins og þú, sem er miðill, og hann svona breyttist aðeins svona yfirbragði á honum og það breyttist í honum röddin. Já.
Það gerist. Það gerist. Já, já. Talar þá kannski með einhverjum röddum sem að viðkomandi sem að koma í gegnum þig eða hægt að... Sko, ég veit ekki, það ekki endilega þeirra, til dæmis kemur einn karakter í gegnum sem mjög skerróma og hann var krakki þegar hann var hérna, þannig að hann kemur svolítið svona með barnsrödd í gegn og mjög skerróma og sko, ég get ekki leikið þessa rödd eftir þau myndi vilja það. Já, sko, svona undir venjulegum kringumstæðum. Því að þetta bara hans rödd og hún bara kemur þarna, en ég get ekki leikið hann eftir sko fyrir þig. Já. Því að það bara þannig. Geta allir orðið miðlar? Já. Allir? Allir. Það geta allir sungið. Við vitum það. Það misjant. Akkurat. En það geta allir sungið, skilurðu. Eitthvað. Og þjálfar þig, en það engin Páll-Óskar alltaf. Nei. Það munurinn á því. Það geta allir þjálfað sig í þessu, en svo spurningin, skilurðu, hvar eru hæfileikarnir þínir? Skilurðu. Því að hérna, eins og segja, það geta allir þjálfast, það geta allir fundið fyrir návist ættingja sinna og þeirra sem eru farnir, það geta allir gert það. Og ef við hugleiðum og erum að gera þá það besta leiðin til þess að finna fyrir þeim sem eru farnir frá í kringum okkur. Það er þitt þá að koma á þessari tengingu. Já. Ég tók einhvern tíma viðtal við mannesku og hún sagði mér af einhverju fólki sem að fylgdi mér eins og þú varst að tala um. Já. Eru einhverju ákveðnir sem að fylgja hverjum og einum eða hvað? Já. Eru allir með einhverja svona fylgju? Það allir með einhverja fylgju. Já. Það eru bara samningar sem þú gerir á hún kemur á jörðina. Jón, þetta full snúið fyrir mig. Þú gerir samningu ákveðna aðila, áður hún kemur niður á jörðina, hver ætlar að fylgja þér? Já. Og þetta eru vinir og ættingjar sem þú þekkir hinum einn frá og þegar þú ert komin heim að þá hittir þau. Já, komin heim. Ég kalli þetta að vera komin heim. Já. Þetta ekki degi, þetta að vera komin heim. Já. Segðu mér, ég var forvitinu. Já. Mér langar til að vita sko meira af því sem að þú finnur hér. Sko, það eru hluti sem ég finn og það sem að ég finn til dæmis með því að það er ákveðnu uppgjör sem er að gerast innra með þér. Skilurðu hvað er að meina? Því að hérna, þú ert að taka ákvörðun sem ég ætla ekki að fara inn í svona beinni út eða svona í upptöku að hérna, ég ætla ekki að fara inn í það en þú ert að taka ákvörðun tökum með ákveðin mál sem þú ert svona búin að vera í veltaði svona fram og tilbaka með, skilurðu og hérna og það er svona verið að þrista það á að fara að taka ákvörðuna því það mun létta á þér þegar þú hefur tekið þessa ákvörðun og ferð að framfylginni. Því að þú ert búin að taka ákvörðun, segja þau skilurðu, en þú ert erfitt með framfylginni, að þú ert svona tvístígandi með þetta. Og það er svona hluti sem þú þarft svona, eins og ég segja, að taka ákvörðun með ákvörðun hluti. Við erum í upptöku þannig að ég skal kannski segja það þegar við erum búin að slökka á myndavélunum. En það eru ákvörðunartökur sem þú þarft að fara og málið er það að sko eins og út með góða sjálfsmynd, skilurðu, að það má bæta hana hjá þér, skilurðu, að því að þú ert mjög flottur karakter og ég finna fyrir miklu góðu hjá þér, skilurðu, en það eru hluti sem að svona, þú ert í vafa með gagnvart sjálfur þér. Þá verð ég að meina sko eins og koma svona fram í sjónvarp, er þetta í lagi, vinur? Jú. Já. Því að koma svona fram í sjónvarp og svona, að þú ert mjög öruggur og góður, en svo þegar þú ert komin út úr því, þá ertu svolítið svona, mér finnst ég verða að segja svolítið í vafa, skilurðu, og svona hvar þú stendur og hvað þú ert að gera. Hérna ertu á heimavelli, skilurðu, en síðan svona þegar þú kemur út úr þessu, að þá ertu svolítið svona spurningamerki. Já. Með það sem hefur verið að sýna mér. Og það er þá eitthvað, hver er að sýna þér? Til dæmis pabbiðin er að benda mér á þetta. Já. Af því að það sem hann er að benda mér á, það sem hann að því að leið og ég sagði pabbiðin, þá var ég að tala um eitthvað sjóinn, ég veit ekki af hverju það er að tala um sjóinn, þegar hann gerir mig grein fyrir sjónum. Og hérna, ert þú eitthvað að fara á bát eða eitthvað? Þú ert ekkert að gera það, vinnur? Nei, ég er ekkert að fara að sigla neitt svo lýs. Nei, ég er að meina þú er ekkert verið eitthvað með viðriðin við, hérna, ekki þú, var pabbiðin viðriðin eitthvað við að sigla á og svona veiði í soðið? Hann náttúrulega veitti bara. Já. Ég var svona áhuga maður slíkt. Ég er að meina það. Já. Ég geri það sjálfur. Ég er að meina það. Já.
Þú veist, ég er ekki að tala um sko sjómennskuna. Nei. Skilurðu, Jú, þannig. ég geri það. Já. Því það er bara verið að gera mig grein fyrir þessu, skilurðu. Og sko, og það er verið að gera mig grein fyrir þetta er að gera meira af þessu, að þetta gefur þér svo mikið, skilurðu. Að þetta er svona frelsun, skilurðu. Og þetta er svona ánægju og nautt sem átt að gera meira af og leyfa þér að gera. Já. Því að það er bara verið að gera mig grein fyrir þessu svona. Já. Það er einhver sagði að það er indjáni í kringum mig. Við getum verið hérna alveg framöndir næstu viku að segja hver er í kringu þig, án gríns. Já, það? Já. Því það er indjáni, það er munkur líka og sko, það er spekingur. Það er fullt af fólki sem fylgir þér, kall minn, en þú finnur ekki fyrir þeim. Þau halda sig alltaf í ákveðnum fjarlægð frá okkur í því að vera ekki að trufla okkur. En þau koma nálægt okkur þegar við erum á því að þurfa að halda. Skilurðu, þá koma þau til okkar þegar við þurfum hvað mest að þeim að halda og margir einmitt skilurðu, ég skil ekki hvernig ég slapp úr þessu, ég skil ekki hvernig að varð ekki slæmt úr þessu og þá eru þau að grípa inn í og hjálpa okkur, að því okkar tími er ekki kominn. En okkar tími er búinn? Já. Nú er þetta bara runnið út því miður. Ekkert vandamál. Ég er búin gaman að því að spjalla við Þykir þér gott að tala um þetta? Ég elska það. Já. Þannig að þú átt væntanlega eftir að snúa þér meira að þessu? Já. Jón Lúðvíks, má ég taka mynd af þér? Já, gjörðu svo. Heldur að verði bara einn á myndinni? Já, aldrei vita. Já, jú, þú ert einn. Já, ég einn. Takk fyrir kærlega. Takk.